Keflvíkingurinn Margrét Knútsdóttir gestur okkar í viðtalsþættinum Suður með sjó að þessu sinni. Hún gegnir því göfuga hlutverki að vera ljósmóðir og segir það forréttindi að fá að taka þátt í þessari stóru stund í lífi foreldra þegar börn fæðast. Margrét starfar á ljósmæðravakt Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja þar sem nú fæðast að jafnaði 100 börn á ári. Þær konur sem fæða í Keflavík eru ekki í áhættuhópi og vilja fæða á náttúrulegan hátt. Fæðingar sem þurfa inngrip eiga sér stað á Landspítalanum. Sem ljósmóðir þá sér Margrét þau áhrif sem himintunglin hafa á fæðingar. Það er meira að gera á fullu tungli og þá geta djúpa lægðir einnig haft áhrif. Í viðtalinu ræði Margrét einnig samfélagsmiðla og þau áhrif sem þeir eru að hafa á verðandi mæður. Hún segir margt á netinu valda kvíða og því hvetur hún verðandi mæður til að hafa samband við ljósmæðravaktina sem sé opin allan sólarhringinn þar sem fagaðilar veiti réttar upplýsingar. Komið með okkur á ljósmæðravaktina í Keflavík. Hæ Magga mín, hæ Takk fyrir að taka á móti mér. Já, æðislegt. Bara vertu velkomin og þig. Heyrðu, jæja, nú erum við forvitin þessa yndislegu fæðingadeild á Suðurnesjum. Þetta er bara æðisleg fæðingadeild Já. á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Bara flottasta fæðingadeild landsins. Flott hjá henni. Heyrðu, við erum með svona samfellda þjónustu hér. Við erum með mæðravernd og við erum með fæðingadeild og svo erum við með sængulegu. Og svo fara flestar konur í heimaþjónustu og fá þá fylgni af sinni ljósmóður heim. En við erum með Ég tók eftir þessu þegar ég kom og ég var að velta því fyrir mig, hvað er þetta? Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Hér erum við með árið og þetta er fæðingafjöldin og því miður hefur hún fækkað síðan að skurðstofunum var lokað. Við vorum í 250, kannski 300 fæðingum og jafnvel meira, já kannski 300. En við erum að slefa kannski 100 fæðingar núna. Á ári og skýringin er hver? Skýringin er bara að við erum með svona fasta prótókolla að konur sem eru veikar, hafa farið í keisara, eru með eitthvað undirliggjandi sjúkdóm eða eitthvað þvíumlíkt, þær verða að fæða innfrá. Já, ok. Þannig að þá bara við erum með heilbrigðar konur sem koma hér að fæða. Og hérna erum við með stelpur og stráka. Strákarnir eru svörtupinnarnir og bleikipinnar eru stelpurnar. Og það er búið að vera brjálæðislega mikið að gera hérna. Já, ég myndi reynda að ná þér á mánudaginn. Við erum búin að reyna að ná saman og þá er alltaf svo mikið að gera á fæðingadeildinni. Það var bara útkall og læti og þá voru 3 fæðingar og meira þess að þurftum við líka að fara með aðrar 2 eða 3 inn í Reykjavík þennan dag. Já. En þetta er sem sagt, hér er fullt tungl og við merkjum það hérna inn á að því að við sjáum ákveðna fylgni. Við erum alltaf að tala um að við hefum fulla stjórn á öllu en við erum ekki með það. En að kosmóið okkar eða náttúran, hún hefur miklu meira áhrif á okkur heldur en við höldum. Og sérstaklega í gegnum fæðingaferlið, því þá erum við svo opin, það er svo mikið að gerast hjá okkur. Og hér var og það er oft í tengslum við fullatungli. Hérna áður en kemur fullt tungl sjá við, þá er bara alveg brjálega að gera og svo á fulltungli var hérna 1 fæðing og svo 2 og 1 í gær og við bíðum bara hérna eftir þeim sem kemur í dag. Já, þú meinar. Þannig að ykkur finnst vera dálítið svona fylgni á milli þess hvað tungli er að gera. En hvað með lægðir? Já. Hvað með lægðir? Eins og til dæmis núna er dálítið djúp lægð. Gæti þá eitthvað fara að gerast hérna í dag? Já, það er, ég veit ekkert svo sem hvernig þetta var hérna þetta árið en við sjáum til þess að konur koma oft sem við kallum vatnslausar. Það er missa vatnið án þess endilega að vera með verki því að í rauninni byrja bara 15% fæðinga á því að vatni fer. Nema náttúrulega í amerískum bíómyndum þegar það eru bara my water broke og svo þurfa bara að fara að rempast, það nennir engin einhver útvíkunar tímabili þar. En það er bara í Hollywood, það er ekkert raunverulegt í Hollywood eins og við vitum. En í veröldinni sjálfri þá sjáum við kannski fylgni með það að það er missa freka vatni ef það er djúplægð. Það er svona við viljum halda það. Og svo fara bara í fæðingu í kjölfarið. Já. En þið eru búnar að vera að skoða þetta og eins og þú segir að auðvitað erum við tengd náttúrunni. Við erum partur af náttúrunni. Já, það er alltaf gaman að fylgjast með þessu. Það er svo skemmtilegt, og fólk var forvitið þetta bara, það voru 3 börn sem fæddust á mánudaginn og þetta er svona, hér er biðstofan, hér situr fólk hérna áður en að fer inn í mæðraverndherbergin og við erum með eina ljósmóður í mæðravernd í dag og oft erum við 2 og svo er deildin, sem sagt,
og við erum bara með núna bara fulla deild, þannig að Já. það er bara æðislegt. En ef ég leppa hérna með ykkur, Já, einmitt. við erum líka með sónar og við fengum hérna svona rosalega flottan sónar sem hérna inni. Endilega leyfa okkur að sjá þetta. Og við ljósmæðurnar, við tökum yfirleitt konur í sónar í fyrstu skoðun, bara því að við á svona lítill einingu búum yfir þeim forréttindum að geta boðið upp á það. Það er ekki gert annars staðar, öðrum heilsugæslum er ekki sónar. Þannig að við getum alltaf staðfest þungunina mjög snemma. Það fyrsta svona þegar ég var að hugsa að spjalla við þig, þá var ég að velta þessu orði fyrir mér. Ljósmóðir, móðir ljóssins. Og ég veit að á dönsku og á norsku þar það jarðarmóðir, jórmor. Og svo á ensku hvað það? Midwife, já. Já, þessi miðjumóðir. Já, svona sem tengingin, já. Já. Hjálpa til. En hvað þetta orð ljósmóðir, Þetta er náttúrulega ábyggilega bara, þetta er bara móðir ljóssins og maður er bara í forréttinda aðstöðu að vinna við það. Þetta er bara frábært starf á allan hátt. Já. Og svo er þetta náttúrulega bara valið fallegasta orð Íslands hérna, 2015 eða 14 eða eitthvað. Já, einmitt, ég er ekki hissa. Á eftir kom heldur kærleikur eða eitthvað svolítið sem er líka bara æði og mér finnst þetta ofta svo bara í samhengi, ljósmóður og kærleikur. En er þetta köllun að vera ljósmóður? Finnst þið það? Já, ég bara hugsa að það sé að hluta til, já. Ég hugsa, þú endist ekki í þessu starfi ef þú ert ekki með þessa köllun. Já. Þú kannski byrjar að læra og ef þú finnur þig ekki þarna, þá ferðu bara vinnur við eitthvað annað. Ok, já, ég skil. Þú veist, af því að þetta er svo ofboðslega, þú veist, svo náinn fólki. Þú ert í merkilegustu stund lífsins að verða barnshafandi og eignast barn. Þetta er, fólk man eftir þessu alla tíð. Þú veist, ef maður fer í afmæli, bara ég er ljósmóðir, þetta er ljósmóðir, svo oft maður heyri þetta og ég bara, já, heyrðu, veistu það, þegar ég átti mitt fyrsta, þá þú veist, að það muna bara allir eftir fæðingunum sínum og ef ég hef ekki áhuga á þessu, ég elska þetta. Mér finnst svo gaman að heyra allar fæðingarsögur frá þeim sem er 90 ára og þeim sem er 17, skilurðu. Já. Það eiga bara allir sína sögu. Strax eftir útskrift flutti ég til Bretlands og vann á svona risastóru Women's and Children Hospital in Hull, í Hull. Já. Þetta var svona bara eins og barnaverksmiðja. Þar voru 17 fæðingarstofur og þetta er bara svona, ef þú hefur séð þættina One Born Every Minute, já, þá var þetta bara vinnan mín. Já. Við vorum bara í kjól eða í þessum rosalega skrítnu fötum og spásokkum og þetta var bara, já, og þarna vorum við bara að taka á móti alveg hægri vinstri. En hvernig er þá að koma hingað og starfa hér? Þú ert náttúrulega á Suðurnesjum. Já, ég er Keflvíkingur. Keflvíkingur. Og hvernig er að vinna hér? Hvers konar? Það er bara yndislegt. Er það? Ég kom hingað og var að vinna þá á Landspítalanum, flutti til í Hafnarfjörð fyrst þegar við komum heim frá Bretlandi. Og var þá að vinna á Landspítalanum og og svo fluttum við hingað 2007 og þá flutti ég með eingöngu hingað. Ég hef mest síðustu ár unnið í mæðravernd vegna þess að ég á bara mann sem vinnur svakalega mikið og ég á 3 börn og vaktavinnan hentaði okkar lífi ofboðslega illa og gerir hann. Þannig að ég er ekki eins mikið í fæðingunum eins og ég vildi en auðvitað er maður alltaf að taka vakt og vakt og grípur alltaf eitt og eitt barn sem er bara yndislegt og það er alltaf þessi dásamlega stund í öllu ferlinu og það er ekkert eitt sem að vegur eitthvað þyngra en annað. Þetta er bara þessi þjónusta barneignaferli frá getnaði og þangað til maður útskrifar fólk frá sér úr heimaþjónustu því og við allar sinnum heimaþjónustu að fæða börnin og eru hérna í svona 1,5 sólarhring, fara svo heim og fá okkar þjónustu í viku eftir fæðingu. Ég tók eftir áðan, þá sá ég
líklega föður koma út Já. af einu herbygginu á Já. náttfötunum Já. og þú veist, þetta er svo breytt síðan að Já. ég var hérna á þessari deild. Hvernig er þetta? Eru heimsóknartímar eða bara fólk? Það sko, fólk kemur bara, hérna, þess vegna eru stofurnar og þið þurfum bara ekkert að koma þegar það er ekki full deild og skoða þessar fjölskyldustofur eða fjölskylduherbyggi og þetta eru bara eins og hótelherbyggi og hér er bara fólkið saman. Hann fær eina máltíð inn í þessu verði sem er eitthvað 5.000 kall í nóttinni eða eitthvað sem hann þarf að greiða, pappinn, eða bara maki, þú veist, eða sá sem aðstandandi, þú veist, það er ekkert allir með pappa með sér, þú veist, það eru bara mæður stundum, ömmurnar koma og eru, þú veist, þannig að það er bara flott. Hér eru ekki niður njörfaðir einhverjir heimsóknartímar af því við erum það lítil deild og við bara frekar stýrum svolítið ef það er mikið álag þá bara jæja, er ekki allir búin að vera, er ekki bara allir þreyttir, þú veist, er ekki bara tími til allir fari núna, nú þarf bara konan að hvíla sig og svona. Þannig að auðvitað tekum maður kannski aðeins stígur inn í það ferli. En hér er þetta bara mjög heimilislegt og hér mega systkini koma, lítil systkini sem eru að eignast, það er koma lítið barn og allir spenntir, það er ekki bara nei, út í einhverjum 10 ára og mátt ekki koma, þú veist, það er ekkert svoleiðis. Og við erum með þessa samfelldu þjónustu. Við erum ljósmæður sem vinnum hér í Mæðravernd. Svo eru bara svo eru bara vaktir og það bara fer eftir, börn fæðast náttúrulega ekkert endilega frá 8 til 4, þau fæðast bara mjög oft á næturnar. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þið eru ljósmæðra rekin eining, en þið eru í góðu samstarfi við Landspítalann. Já, við vinnum bara í mjög góðu samstarfi við Landspítalann. Að ef að við erum með, sko þegar maður vinnur svona einn, eins og við gerum, þá vinnum við svona alltaf nokkrum skrefum fram fyrir okkur. Að því við þurfum að tryggja öryggi mæðrana og þessara ófæddu barna. Og þannig að við erum kannski aðeins að vinna fram fyrir okkur með tilliti til þess að ferli sé að ganga eðlilega fyrir sig. Og ef það er einhver stopp einhver staðar, segjum að kona með 6 í útvikun og það er ekki framgangur í fæðingunni, hún er ekki að halda áfram í fæðingu eins og maður vill að hún geri, að þá bara hringjum við inn eftir. Við fögsum rit, látum kíkja hvort að, þú veist, þegar okkur vantar, þú veist, second opinion, skilur, þú veist, ef okkur vantar annað álit, sérfræðings, að þá höfum við bara alltaf aðgang að Landspítalanum og það gengur bara mjög vel. Og þær konur kannski sem við erum að helst að flytja frá okkur eru konur sem þurfa deyfingu. Já, þið deyfið ekki. Hvað notið þið þá? Þetta eru konur sem vilja náttúrulega fæðingu sem eru hjá ykkur og þið eru jafnvel búin að vera undirbúa þær alla meðgönguna og hvaða verkfæri notið þið? Við notum nálastungur, við notum vatnið, við erum með rosalega flottan pott, við getum komið eftir að sé fæðingadeildina, inn í fæðingarstofu og við erum með mjög hátt hlutfall vatnsfæðinga. Og við notum glaðalofti líka og við erum bara með algjör hörkutól hérna á Suðurnesjum. Við erum bara með ótrúlega sterkar konur sem koma bara upp til hópa og fæða börnin sín hérna bara án mikilla deyfinga. Já, mér langar að spyrja hérna, ég tók eftir því áðan, nú er ég búin að vera hjá þér í smá stund og síminn hringir auðvitað, þú ert á vakt og áðan þá var greinilega einhver ung verðandi móðir, eða allavega verðandi móðir, ég veit ekkert hver þetta var, en hún hafði verið að lesa sig til á netinu, var eitthvað að googla eitthvað og var orðin stressuð yfir einhver. Hvað er þetta? Þetta er náttúrulega nýr veruleiki, þær eru að fiska upp eitthvað á netinu sem kannski ruglar þær eða segðu okkur aðeins frá þessu. Sko, þetta er alveg nýr veruleiki fyrir okkur, heilbrigðisstarfsfólk, bara yfir höfuð held ég. Fólk er að
ég meina þeir sem fá sjúkdóm fara að googla og það þú ert alveg komin, þú ert alveg Fara að greina bráðveikur sig bara, já. áður hún fer til læknisins. Já, já. En þær, mæðurnar okkar í dag, verðandi mæður, eru í hópum. Þær eru í Facebook-grúpum. Það eru November-bumbur og September-bumbur og allt þetta. Sem frábær félagskapur oft á tíðum. Og þær eru að miðla alls konar fróðleik og bara, en það eru oft líka upplýsingar sem eru alls ekki réttar. Það engin, þú veist, og oft þessar upplýsingar eru að valda kvíða. Og þess vegna erum við, og við segjum bara, þegar konur kom í mæðravernd, þá erum við bara, hér eru við ljósmæður vakt 24/7, ef það eitthvað, getur alltaf hringt og fengið upplýsingar frá fagaðila. Við bendum líka á síðu ljósmæður.is, heilsugæslan.is, við erum með Facebook síðu, ljósmæðravaktin, og hér getur komið fyrirspurnir þar sem við svörum. Þetta að valda stundum miklum kvíða ef það kemur eitthvað upp í svona grúpu. Segjum sem svo að það lendir ykkur í þessum, oft þetta 300 manneskjur. Það bara alla búin að fæða í minni grúpu og bara og bara af 270 voru 5 búin að fæða allar í einu, henni fannst hún vera ein eftir, nefndi ekki vera ólétt lengur. Þannig að þetta þannig maður þarf bara svona, já býttu nú við þurfum að skoða þetta í heildarmyndinni. Og oftar en ekki bara hlæja þær og fara frá manni bara með bros á vör. En eins og í þessu tilfelli var kannski kona sem var bara kvíðin og henni kveið fyrir fæðingunni sinni og svona, og þá erum við að bjóða upp á. Við tökum allar konur í viðtal við 36 vikur, klukkutíma viðtal, og undirbúum þær fyrir fæðinguna. Í den og á fleiri stöðum eru svona fæðingafræðslu námskeið. Við ákveðum að hafa þetta ekki í námskeiðsformi, heldur erum við með þetta bara á þessum svona spjallgrundvelli. Þannig að við tökum í mæðraverndinni alltaf klukkutíma, svona í kringum 35-6 vikur. Við erum ekkert að gera það fyrr, af því að konur eru ekki tilbúnar fyrr að taka við þessum upplýsingum varðandi fæðinguna. En þær eru tilbúnar þessum tíma og þá koma pörin oft eða sá aðili sem ætlar að vera með viðkomandi í fæðingunni, og þá bara farið yfir hvað að gerast, við hverju máttu búast, hvernig getur við undirbúið sem best. Við sýnum deildina, við skoðum fæðingarstofuna og þetta ofta þessu spjalli að konur spurja eða þær koma í næsta tíma og eru bara með blað, bara já, heyrðu, það sem þú varst að tala síðast, ég bara mig langar að spyrja betur út í þetta og þetta. Já. Og það bara frábært. Já, þær eru upplýstar. En svo þurfum við stundum að leiðrétta það sem þær hafa verið að fræða sig á, skilur. Já, kannski út af því að oft vill allt heyrast hæðist, það sem ekki fer vel. Það því miður veruleikinn okkar. Hvað fara margir upp og niður esjuna á hverjum einasta degi, svo eitthvað dettur, þá bara birtist það í blöðunum og allir bara stórhættulegt að fara þessa esju. Það eru 3 manns búin að fara þessa vikuna. Þannig að við erum bara, og við verðum að passa okkur að vera ekki svona neikvætt miðuð, þú veist, og maður verður bara að hugsa, veist, að þetta var bara eitthvað konund í bæ sem lenti í þessu, þú ert bara hérna í þinni meðgöngu og það bara allt í lagi hjá þér. Já, ég heyrði áðan sko að þú bauðst inn að koma jafnvel í kvöld í spjall og nálastungur og bara þessa slökun sem að hún ekki að fara að fæða, en hún er kvíðin og þú bauðst inn upp á það að hún mátti bara koma og njóta þess að vera bara hjá ykkur, spjalla og fá nálastungur. Þetta bara svona þjónusta sem kemur. Já, þetta bara einstök þjónusta og við erum bara með ofboðslega hátt þjónustustig á þessari ljósmæðravakt. Og við erum að veita samfélaginu okkar, sérst barnshafandi konum á Suðurnesjum, framúrskarandi þjónustu. Og þess vegna vill maður standa vörð þessa fæðingadeild og hún þarf að fá og hefur bara verið svolítið svona undir þessum fjárhagslega niðurskurði í langan tíma.
ég veit með þig að þú ert ekki bara ljósmóðir, þú ert svo upptekin af þessu starfi að þú fórst að læra að verða jógakennari vegna þess að hvað var það sem að ýtti þér út í það nám? Mér langar alltaf að vita af hverju fórst út í það að kenna meðgöngujóga hérna á Suðurnesjum? Sko það kveiknaði, reyndar hafði ég farið með miðjustrákinn minn sem 12 ára í dag, ég hafði farið með hann þegar ég var ófrísk á honum og þá var ég orðin ljósmóðir og var í meðgöngujóga og heillaðist algjörlega af því. Við hafði svo sem tekið eftir því þegar ég var nemi að það konur sem höfðu stundað einhvers konar jóga, hugleiðslu, einhverju svona stjórn og öndun og þessari svona, já, þetta hugur og líkami tengingu, mind and body connection, þeim gekk yfirleitt betur að fæða. Og þess vegna fór ég af stað og lærði jógakennar og vildi sérhæfa mig í meðgöngujóga. Ég hef svo sem bara spilað það, ég hef ekki farið og sérhæft mig per se að því ég er með svo góðan grunn sem ljósmóðir og svo er ég bara jógakennari, þannig ég veit bara, þú veist, hvað þarf, já. Og ertu þá að hjálpa þeim að ná þessari sjálfstjórn sem að nýtist þeim svo aftur í fæðingu, hvað er það sem að... Já, ég held að jógað bara, þær koma og eiga bara æðislega stund með sjálfum sér og litla barninu í jóganu. Já. Þær koma í jógað, eiga 1,5 tíma eða 75 mínútur og þar er ég bara með alls konar fræðslu, geri mjúkar æfingar og langa slökun. Og þær oft koma ekki síður með annað barn því að það var svo mikið að gera heima að þær bíða eftir að klukkan korter yfir 8 til að komast í jógað og búin að kúpla öllu út og eiga svo bara stund með sjálfum sér. Já, nákvæmlega. Og síðan oft eftir jógatíman þá er það aðeins eftir, bara má ég aðeins spyrja þig ég með svo verk eða er þetta eitthvað sem ég þarf að áhyggjur og æskilur, þannig að auðvitað hefur það alveg vigt að vera ljósmóðir og vera jógakennari, en það hefur líka vigt að vera að innstilla konur á Suðurnesjum inn í náttúrulegt fæðingarferli. Og það byrjum við með þessari frábæru mæðravernd sem við erum með meðgönguverndin okkar hér og svo höfum við þá þetta jógað og það er líka boðið upp á meðgöngusund sem er bara sund í hún hefur reyndar ekki verið með sérhæfða á meðgöngu en þær geta komið og þær hafa stundað það líka sem er frábært bara, þú veist, það sem að þær hitta aðrar konur sem eru ólittar og þetta er bara svolítið þannig, þetta verður dálítið svoleiðis kúltúr. Það er bara svoleiðis, já. En svo frétti ég líka, Magga mína, að þú hefði gert konu ófríska og það var nú bara þannig að þú ert líka farin að vinna með nálastungur og það var kona sem að ekki gat eignast barn en svo bara allt í hennu kemur þú með nálarnar þínar og opnar fyrir að hún verður ófrísk. Geturðu sagt okkur eitthvað þetta? Mér fannst þetta dálítið gott. Já, það byrjaði nú fyrir mörgum árum síðan að ég fór að hafa áhuga á ófrjósemi og fór bara sjálf að vita hvað nálarnar getur gert. Maður sér svo mikið sem þær geta gert á meðgöngunni og svo bara þú fer að lesa rannsóknir að þá er þetta yfirleitt á öðrum svona fertility klasafrjókunar stöðum þá er boðið upp á nálastungu, boðið upp á slöku, boðið upp á dálislu. Sko ég fór bara að skoða þetta sjálf og fann diplómanám í Bretlandi sem að sérhæfði sig í ófrjósemi. Svona Chinese medicine í rauninni en við erum ekki með í rauninni kínverska jurtir þannig að ég einblíndi á nálastungupartinn. Og ég fór á þetta námskeið og fekk þessa diplómagráðu og í kjölfarið þá opnaði ég stofu í Reykjavík á Heilsumiðstöð Reykjavíkur og var þar að taka á móti konum. Oft er en ekki samhliða glasafrjókunarferli. En svo fór ég líka og lærði hugræna atferlismeðferð og meðferðardáleiðslu í Endurmenntun Háskóla Íslands. Þannig að út frá þessu sauð ég saman svona meðferðarprógram vegna þess að konur og pör sem að upplifa ófrjósemi eru með jafn mikið streitustöðul og konur sem að eru í krabbameinsmeðferð. Já, hvað sér? Og þetta veldur alveg svakalegri streitu í líkamanum, streitu á sambandið og er að eignast ekki barn. Að eignast ekki barn. Já. Og ég var með þessa stofu í 2 ár og er ennþá að taka nálar og svona en
lokaði stofunni, vantaði bara tíma í Já, sólarhringinn nákvæmlega. og líka svona aðeins kúplaði mig út úr þessu á ákveðnum tíma, bara akkurat núna. Ég alveg að taka nálarnar en ekki eins mikið. Ég ekki að fara inn Reykjavík 3 sinnum í viku, þú veist, þetta var bara orðið of mikið og með mína vinnu hér og heimaþjónustuna og kenna jóga. Og svo ertu með 3 börn og svo ertu eiginmann, þú veist, og bara og áhugamál og þú veist þannig. Og hleypur og gengur á fjöll og þú En veist. streitan hefur bara svo mikil áhrif á allt í samfélaginu okkar. Hún hefur áhrif á fæðinguna, hún hefur áhrif á meðgönguna, hún hefur áhrif á heilsun okkar, bara yfir höfuð og ófrjósemi. Þannig að ég á bara fullt af börnum. Heyrðu, já, mér finnst þetta alveg magna þegar ég heyri þetta, en svo líka eitt enn, að því þú talar streitu, að þá þetta eins og ég frétt af einni ömmu sem var að stoppa unga dóttur sína sem var með barn á brjósti og hún var með nýfætt barnið sitt á brjósti og svo hélt hún á símanum í hægri höndinni, sko, og var að horfa í síman. Þarna náttúrulega þetta svo mikilvæg stund að mynda tengsl við barnið sitt og leyfa barninu að horfa á andlit móðurinnar og annað. Hvaða streituvald, einhver streituvaldur í þessu eða hvað myndir þú segja þetta? Það er bara ofboðslega flókið að vera ungt fólk í dag. Það mikið áreiti frá samfélagsmiðlum og einstaklingur sem kannski ekki áhrifagjarn og svona það bara þú dettur inn í þetta og þú ert búin að gera þetta áður nú varst barnshafandi og svo ertu komið barn og þú heldur áfram þannig að auðvitað þarftu kannski bara leiðsögn og ég held að við tökum allar á þessu ungbarnaverndin og við sem ljósmæður, maður talar þetta í jóga og ég segi Guðjón og bænustelpur ekki verið með síman í fæðingunni, ekki deila stundinni, þessari merkilegu stund að taka horfi í augun á barninu, gjörum hvað tæki fyrir, bara, ertu búin að ná snappa og bara ekki gera það. Eiga þessi stund, ekki deilinni með öllum strax. Já, gerða hana safaríka fyrir þig. Bara gerða hana, þú sett hana hér og þá nærðu að kalla hana fram, þú veist, eins og ég var að segja við áðan, þú nærðu alltaf að kalla hana fram. Svo bara nóg tími til að deila einstakling og auðvitað, við erum montin af barninu okkur, við viljum sína myndir á samfélagsmiðlum og eitthvað, það allt í lagi, en ekki gera alveg strax.